velkomin aftur, kæru hlustendur. Þetta skvísulæti. Hvernig á maður að kynna? Á maður að vera með eitthvað svona slagorð eða eitthvað, þú veist? Slagorð? Ég veit það ekki, þú veist, ég bara fór að hugsa ykkur YouTuber sem ég horfði á sem barn, skilur, þá var hún alltaf með eitthvað hello everybody, eða eitthvað, hún kom með eitthvað svona beautiful people, eða eitthvað. Kom alltaf með eitthvað svona kynningu og þetta er alltaf sama kynningin einhver einasta vídeo þannig að maður svona, ok, tengdi það við. Allavega, Velkomin. Takk fyrir að hlusta síðasta þátt. Já. Kunum að meta það. Kunum virkilega að meta það. Honestly, og takk fyrir að vera komin aftur. Já, það að fólk ítti á næsta þátt Það er bara merkilegt fyrir mér, sko, mér finnst þetta alltaf að vera svo mikið bullstundum. En jú, þetta er bara lofar góðu. Gerir það. Og þá ætlum við, í þessum þætti vorum við að pæla að taka pínu svona dating og shits, mér langar að þátturinn heiti það. Ég er ekki alveg viss að við munum nefnan það, en það kemur í ljós. Það er svo verið til í það. Kannski. Við gætum nota setuna, manstu, þú veist. Oh my god, ef við erum að gera það fyrir hvern einasta þátt. Já, hafa setu orð eða bara, þú veist, neina að koma setunu eitthvað staðar fyrir. Það er ógeðslega sniðugt. Eða ekki? Við erum svo sniðugar. Góð svona hugmynd, já. En já, þarna þema þáttarins, það er pínu svona dating-sögur. Kannski bara dating-menning. Og já, bara menningin aðeins yfir höfuð. Aðalega á Íslandi, en við náttúrulega ræðum aðeins hvernig hún er annar staðar. Já, kannski meira út í Bandaríkjunum. Já. Og svona versus Evrópu kannski. Já. Það er svona, af því það er alveg munur. Það er mikill munur. Hvernig það er, sko. Þú ert pínu með footnotes á þessu. Já. Þannig að þú mátt bara... Mér langaði að byrja á svolítið skemmtilegu. Mér langaði að byrja á að taka dating terms. Já. Og ég ætla svolítið að quizza þig í því. Andskotin. Oh my god. Ok. Þetta er sérst alltaf á ensku, en ég ætla að reyna að þýða þetta eftir bestu geta á íslensku. Ég skal samt spyrja þig fyrst á ensku. Ok. Ég ætla að byrja á fyrsta term. Já. Man ekki íslensku verði. Ok, það er breadcrumbing eða breadcrumbing. Breadcrumbing. Brauðmylsna. Brauðmylsnun. Ertu með, þú veist, setningu hvernig þetta er notað eða, þú veist, eitthvað breadcrumbing? Ég veit ekki hvað það er. Nei. Brauðmylsna. Er það bara þú ert kannski bara eitthvað að líta einhvern on eða þú veist eitthvað þannig að þú ert að skilja eftir svona brauðmylslur? Það er svona nokkuð accurate. Nokkuð accurate. Þetta er svona, þetta er svona eitthvað konar svona trikk til að halda í einstakling en ekki gefa þeim, þú veist, the whole bread. Basically, já. Þetta er bara mjög vel útskýrt hjá þér. Þetta er sem sagt þegar einhver er svona að senda þér nógu mikið til að halda áhuga niðurum. Já. En, þú veist, hittið aldrei. Hittir aldrei. Já. Maður þekkir nokkra þannig einstaklinga. Maður þekkir nokkra þannig. Það eru nokkrir sem eru svona, Ekki gera þetta, krakkar. Nei. Eigum við kannski að bíður nefna krakkar. það að þessi þáttir eru að fara að vera dálítið 18+. Já. Bara svo við náum því inn sem fyrst. Það er þetta sniðugt. Þessi þáttur er kannski ekki Ekki við hæfi barna. ekki við hæfi einstaklega undir 16 ára. Já, ég sé alveg fyrir mér 17 ára mætti nú alveg hlusta á þetta. 17 ára. 17 ára, solid, góður aldur. Ekki yngra. Verðið að vera komið bílpróf. Já. Og eiga bíl. Nei, tjúk. Þannig, já. Af því að við erum kannski aðeins að fara að nota orð sem eru kannski ekki alveg notuð við mataborðið. Þannig að Kannski ekki. það er fínt að nefna það að það verður pínu svona, hvað myndi amma segja? Bara svona óviðeigandi orðaforði að fara dett inn. Já. En breadcrumbing, þetta, jú. Ég veit aldrei með þetta. Ok, en benching. Benching. Bekkja. Þú veist, að bekkja. Bekkja. Nei. Hvað? Að bekkja. Þú veist, benching. Þú veist, eins og... Er það bara þegar þú ert að bekkja einhvern eins og í fótbolta og handbolta eða? Það er alltaf mynd af því hérna. Er mynd af því, ok. Já, þú fær samt ekki að sjá. Þannig að þegar þú ert að sitja einhvern á bekkin, ertu þá bara að geima einhvern á bekknum meðan þú ert að deyta aðra eða?
basically. Oh my god, var ég með þetta rétt? Já, Ég er svo góð í þetta er þessu. svo þegar það sem gæti mögulega orðið að sambandi hjá þér setur það svolítið í bið meðan Já. annað samband gæti verið að rísa frekar. Wow, Já. það er svo mín. Já, Og basically bara, já, þetta er bara svona taka your options og bara eitthvað, Já, já. það virkar. Þetta er alveg mikið af terms, sko. Ég veit ekki hvort við förum yfir þið öll, en ég er að fara yfir svona hluti sem að ég veit ekki sjálf. Já, það er mjög fínt. Já. Þetta er gaman að giska, sko. Ég er bara, er fólk samt að nota þessi terms? Veit það ekki, en þetta er á Google. Ok, Google, let's go. Næst er cuffing. Er það ekki bara giftast eða? Ertu þá ekki bara köffaður? Ertu þá ekki bara dálítið fastur eða? Hvernig? Nei, sko, cuffing er það tala um svona cuffing seasons, sem sagt cuffing árstíðir. Jú. Þetta er sérst í raun að veru þegar það eru stóra hátíðir að koma upp og þú vilt vera í sambandi fyrir þær, þá ertu svolítið að köffa manneskina í samband. Svona eins og fyrir jólin. Eins og fyrir jólin, valentínusardaginn, eitthvað svona. Jú, ok, jú. Það er cuffing. Það er cuffing. Hefur þú köffaði einhvern eða? For the season. Nei, ég get ekki sagt það, nei. Ok. En hefur þú ekkert að fara í samband viljandi? Út af þannig? Já. Nei, get ekki sagt það. En ég reyndar byrjaði með mínum, þú veist, í október, hann að við vorum svona dett inn í jólin. Já, En sá ég- hér. Ég samt sko gat ekki eitt jólunum með honum. Því miður. Ég fór til Thailands í 3 vikur og hann þurfti bara því miður að vera einn jólin. Já, þið voru svo nýbyrju saman maður. Já, þetta var búin að vera saman í 2,5 mánuð, eitthvað svona. Ég og maður minn vorum í sóttkví, fyrstu jólun okkar saman. Eitthvað það er Rómó. Nei. Nei. Já. Ok, næsta er pocketing eða að vasa. Vá, hvað ég góð í íslensku. Að vasa einhvern þá Setja eitthvað í vasan. ég held ég vil ekki vita hvað þetta þýðir. Hvað? Setja einhvern í vasan og bara hún í vasan með þig eða? Já. Hvað ertu þá að gera? Heyrðu, þá ertu að þegar þú ert búin að vera hitt eitthvað í dágóðan tíma en neitar að kynna þennan aðila kynna fjölskylduna þina fyrir þessum aðila. Já. Þannig að þú ert kannski í sambandi með ykkurum og þú vilt ekki að þessi aðili hitti fjölskylduna þina. Ég held Eða vini. að ógeðslega margir Íslendingar gera þetta. Svona til að byrja með, sko. Er það? Ég er alltaf búin að heyra mjög mikið af svona í gegnum vinkonur, sko. Að þær undra sig stundum á því af hverju þær hafa ekki búin að hitta fjölskyldu kærastans strax af því að þeir svona bíða með það. Eru þeir þá pocketing in a way eða? Ég held samt, þú veist, mér finnst alveg algengt að maður hitta ekki fjölskylduna strax bara því að fólk er kannski ekki komið á það stig. Ekki komið á það stig. Þetta er meira að fólki sem er komið á það stig. Já, komið á stig og samt ekki. Já. Ok. Það reyndar meikar alveg sens. Já. Hvað er samt svona almenni tíminn til að kynna, þú veist? Vitum við það? Er það eitthvað staðar skráð í bóka? Því að, þú veist, minn til dæmis, hann hitti mömmu bara vandræðilega snemma, sko. Já, sko maður minn hitti fjölskylduna mína mjög snemma en reyndar þá gerðum við aðra hluti sko, það sem ég er að reyna að segja er við vorum komin svo langt inn í sambandið áður en hitti fjölskylduna mína á svona stuttum tíma að því að hann sótti mig upp á spítala þegar hann búin að vera að deyta í 2-3 vikur. Já, þú meinar. Já, þá var ég búin að liggja inn á spítala í 3 daga og hann kemur og sækir mig þangað. Rómó. Ok, það er alveg flott, sko. Og hvað, ertu með annað orð? Já. Ég er alveg lúmst að stressast við að giska, sko. Ok. Orbiting. Orbiting. Ég og enskar ekki góða vinnir. Þetta er Íslensku orbiting, já. Hvernig er það stafað? O-R-B-I-T-I-N-G. Já. Eins og ég sagði það. Eins og þú sagði það. Ég geti ekki giskað þetta, sko. Orbit.
Ég sé bara fyrir mér eitthvað jólaskraut eitthvað, ég veit ekki hvað heili minn að hugsa, sko. Nei. Orbiting. Þetta sem sagt þetta þegar þú ert að fylgja og ég reyna að finna gott íslenskt orð en interakta við samfélagsmiðla hjá fyrirverandi. Það er basically starka fyrirverandi. Já. Og bara interakta við það. Nice. Já. Hefur þú orbitað? Ég hef alveg kíkt á hvað mínir fyrirverandi að gera, sko. Það held ég bara ósköp eðlilegt líka. Maður forvitin. Það koma moments. Maður forvitin, maður vill vita. En svo það líka bara rosalega mismunandi, sko, á hvaða hátt að því að til dæmis, ég get ekki sagt að neitt og ég fyrirverandi sem vinir. Nei. En ég á eitt fyrirverandi kærasta sem að ef ég myndi hitta hann út á götu, ég myndi örugglega knúsa hann og segja hæ. Já. Þannig að þú veist, við vorum, þannig til ég var hökkuð á Instagram og Facebook, þá voru við alveg vinir á Facebook og vorum að fylgja hverjaður Instagram, skiluru. Svo bara fannst manninu mínum það skrítið að ég væri að fara að fylgja honum á nýja Instagraminu. Já. Og þú veist, hann kom með kærustu og ég bara, þú veist, Jú. Ég var ekkert að pæli. Maður þarf náttúrulega líka að virða svona mörg, sko. Algjörlega. Þannig að ég held að ég var ekkert eitthvað sátt með það að alla fyrirverandi kærustu mín sem myndi bara eitthvað followa hann og fylgja honum og væri bara að hrenda hann á fullu, sko. Ég bara back off. Já, svo það, sko. Það býnið þannig og ég gera það sama, sko. Ég held að ég hef bara unfollowað alla og unfriendað alla. Ég með eitt fyrirverandi á öllum samfélagsmiðlum, sko, meira þess að Snapchat. Jæja. Já. Nice. Jú, ég get alveg sagt að við sem vinir, sko. Ok. Hann alveg indislegur, hann mæja það. Ég fór á tónleika hjá honum. Hann sem styrir hljómsveit. Ok. Shoutout á þig. Shoutout á þig. Ég fór á tónleika með honum fyrir ekkert svo lengur síðan og hann alveg indislegur strákur, sko. Hann mæja það. Ok, núna eitt sem þú veist og ég veit líka. Hvað er það? Það er ghosting. Já. Hvað er ghosting, Katrín? Það þegar maður að útskýra það. Þú veist, þetta er bara, mér finnst það í einföldu samhengi bara þegar þú opnar skilaboð frá einhverjum eða snapp frá einhverjum og þú bara svarar ekki. Þú ert að ghosta með því að skilja bara eftir sín eða svona. Mér finnst ghosting og sína stundum vera svipað, sko, en ghosta er kannski á til með að vera lengra bil. Sko, ghosting allavega hérna og hvernig ég túlka það er aðeins öðruvísi. Ok. En ghosting, hvernig ég myndi túlka það þegar þú ert að deyta eitthvað eða hitta eitthvað og manneskjan bara hættir að tala við þig. Já. Alveg upp á þurru. Einmitt. Það myndi ég frekar segja að vera ghosting. Og samkvæmt Google þá hef ég rétt fyrir mér. Ok. Og voru ekki alveg á sama stað hérna. Næst er eitthvað sem við veitum líka báðar hvað er. Hvað er það? Það er situationship. Nei. Ég veit ekki hvað þetta er. Nei, ok. Ok, situationship er svona rómatísk eða kynferðisleg sambönd við fólk þar sem að báðir aðilar eru svona ekki alveg vissir hvar þeir eiga að vera. Já. Þú veist, og eru kannski ekki í nógu góðum samskiptum þeirra á milli. Ok. Já, það er situationship. Samkvæmt Google. Samkvæmt Google, þetta eru valið upplýsingar hérna sem við erum að fá. Google okkar besta vinkona. Ég ætla að taka eitt sem ég þekki og svo nokkur sem ég þekki ekki og svo held ég að við kvittum. Já. Förum í næsta. Takk. Ok, hvað er það? Love bombing. Já. Veistu hvað það er? Já. Á samt rosalega erfitt með að útskýra. Er það ekki bara þegar þú bara sýnir þitt besta bara gefur manneskinu reyni bara allt sem hún vil í byrjun svo allt í einu bara hættur því. Það ertu í reyni bara búin að lovebomba. Já. En þú veist, af því að mér finnst lovebombing einhvern veginn ekki virka ef að manneskjan heldur sig bara áfram að vera æðislega og yndislega og elska það eins og það ert, skilur. Nei, lovebombing er svolítið, þú veist, þegar þú ert að byrja samband og þú ert bara að gera fullt af svona grand gestures, þú ert að gera eitthvað svona rosalega flotta romantíska hluti og svona, en byrjar svo en á sama tíma þú ert svona einangra manneskina frá vinum og fjölskyldu. Já. Það er lovebombing. Segir Google þetta? Já. Jesus. Google segir þetta. Sko, ok.
getum köttað þetta silent úr Já. þættinum. Má Nei, maður ekki ok. þá bara laga sig aðeins á meðan eða? Já, næsta. Eitthvað sem ég hef ekki heyrst. Það er micro-cheating. Micro-cheating. Ég hef heyrt þetta. Ok. Oh my god. Loksins eitthvað sem ég hef heyrt. Vákur spennt. Þú ert líka svo klár. Þú ert með allt einhvern veginn á hreinu. Svo er ég bara eitthvað, hvað er það? Ég er með þetta fyrir fram á mig í tölvu, sko. Já, sko, ástæðan fyrir ég veit hvað micro-cheating er að fyrir ég sá TikTok og það var bara einhver bara amazing kona sem ég var ekki einu svona að follow, sko, hún gerði bara svona lista það sem flokkaðist sem micro-cheating og ég myndi þetta bara eitthvað neginn, þetta var að koma aftur til mín, sko, þú veist, ég myndi þetta ekki en þetta kom svona, leið þú sagðir þetta þá getur micro-cheating verið til dæmis, þú veist, að læka myndir hjá gælum sem er ekki kærastæðin eða eyða skilaboðum og samskiptum við annað fólk þú veist, að gefa kost á þér og þú veist, partneriðin veit ekki að því þetta sé svona micro-cheating in a way, af því þú ert ekki beint aktíflega að halda framhjá eins og törmið gefur til kynna, en þú ert samt svona að brjóta einhvers konar svona trúnað og traust með því að vera að fela og gera svona hluti sem þú myndir kannski ekki til að gera fyrir framan partneriðin, skilur við. Já, það er bara alveg rétt hjá þér. Hvernig ég myndi flokka micro-cheating er bara alveg eins nema bara þegar þú ert búin að setja fram einhver ákveðin mörk og það er kannski ekki physically haldi fram hjá þér en þetta er samt farið yfir þessi mörk. Já. Þá er það micro-cheating. Þú veist, þannig að maður þarf kannski ekki að koma með heilmörg dæmi þá, þú veist, þannig flokka ég þetta. Ég vil taka kannski eitt í viðbót af því mér finnst þetta mjög áhugavert orð. Já. Og ég hef ekki heyrt þetta áður. Ok, hvað er það? Ok. Ég ætla að opna á þetta samt. Ok. Það er zombieing. Zombieing? Sérst að vera að zombía einhvern. Bara eins og uppvakningur? Já. Hvað myndir að halda það væri? Að vera uppvakningur? Ég veit, er þetta eitthvað fettis eða? Nei, þetta er dating term. Er þetta dating term? Já. Þannig að, þú veist, hann er að zombía mig eða... Já. Hann er bara leiðinlegur, ég veit það ekki. Ég myndi ekki vita hvað þetta þýðir. En hvað er þetta? Þetta meikar svo mikið sens þegar ég segi þetta. Ok. Þetta er sérst eitthvað sem er búin að gósta þig og bara randomly heyrir í þér upp á þurru. Lifnar við. Eins og zombie. Oh my god. Shit, hvað þetta er gott term, maður. Já, þetta er mjög gott term, sko. Að ég held að allir hafa eitthvað tíma lent í þessu. Þú heldur eitthvað sem búið og dautt og svona og þú veist, þú hefur kannski búin að vera góstaði svo bara eitthvað out of nowhere. Hello. Já, ég skal alveg ekki að ég hef púlað þetta, sko. Þú hefur að púlað þetta. Já. Ég held ég hef ekki púlað þetta. Alveg örugglega oftar en einu sinni, sko. Já. Þannig að þú hefur zombíað. Ég hef zombíað. Þetta virkar samt eitthvað svo rangt, þetta orð, eða þú veist, zombíað. Af því að ef þú myndir fara þetta, þú veist, ef þú færir þetta yfir á íslenskuna, þá er þetta uppvakningaðast. Ég veit ekki hvert ég er að fara með þetta. Uppvakninga? Að uppvakninga, já. Ég ætla að nota zombía samt, sko. Já, zombía er skemmtilega. En þetta er síðasta termi sem ég ætla að fara yfir. Flott. Við erum alveg búið mennast í 20 mínútur á þættinum. Geggjað. Já, okkur langaði að fara svolítið út í datingmenning á Íslandi versus til dæmis Bandaríkjunum eða annars þar í Evrópu. Já. Hver er þín skoðun á datingmenningun á Íslandi? Hún gæti verið betri, sko. Hún mætti vera betri. En ég held bara þetta er svo stórt umræðefni, ég er alveg með marga punkta. Mér finnst bæði, sko, datingmenningin hún hefur svona kost á galla og ég held að getum við aðeins farið kannski bara út í það hver er munurinn að deyta og verið í sambandi svo við náum datingmenningunni dálítið, hvað er að deyta? Já, það er nefnilega annað sem við ætlum að ræða. Hver er munurinn að vera að deyta og vera í sambandi? Ná því kannski pínu á blað og þá getum við farið aðeins yfir í datingmenninguna. Já, það þurfa að vera sammála. Já, við skulum reyna það. Sko, hvernig ég myndi tólka það að vera að deyta og vera í sambandi er svolítið bara hvernig þú veist, samskiptin milli þín og aðilan sem að þú ert tala við eða deyta í sambandi. Það er bara algjörlega ykkar status að því samskipti skipta mestu máli. Er það?
og ef að þið eru ekki sammála með að vera í sambandi þá eru þið ekki í sambandi Án jokes, þetta svo mikið þannig. segjum sér svo að við værum að deyta og þú væri bara eitthvað, já við erum í sambandi við annað fólk, þá getur og ég bara svona, nei, við erum bara eitthvað að deyta og ég veit ekki neitt og Við erum bara að deyta. þá getur alveg eins verið að segja skilur Harry Styles er kæristu minn, skilur Já, pretty much. eða ég er ekki að bera sjálfur við Harry Styles Jesús, þetta hljómaði svo sjálfselst Nei, þetta er samt alveg rétt hjá þér, af því þetta er svo mikið, er það að deyta, eða er það saman, er það að hittast, er það fling, það er svo mikið af orðum og mér finnst ég bara svona eiginlega mjög nýlega bara farin virkilega að gera mun á þessu, eru þau saman eða eru þau að deyta, af því að svo á ég eina vinkun og hún segir alltaf, ég er að hitta gaur. Ég er svona, ok, cool, ég hitti bróður minn, við erum samt ekki að hittast skilurðu, þetta er svona þá finnst mér svona þyrft að segja ég er að deyta gaur, af því að þú ert að deyta til þess að komast í sambandi, það ekki, þú ert ekki að deyta neitt bara svona að því bara það er svo annar vinkill sko það er annar vinkill á þessu sko já ég bara, nei það finnst bara að minni persónulegu reynslu, ég fór á stefnumót með gaur og svo vorum við eiginlega bara að byrja saman þetta var svona já, en svo er ég svo dömstundum sko, ég vil fá orðin, viltu byrja með mér eigum við að vera saman, erum við saman þannig byrjaði ég með mínum sko, þetta var pínu samræð, ok, þannig við erum í sambandi þú ert kærasti minn mér finnst það að skipta máli, þetta þarf ekki að vera viltu byrja með mér. Nei, en samtalið þarf að vera samtalið þarf að eiga sér stað sko. Þannig að dating menning á Íslandi hún mætti vera betri en ég held að það sé líka bara fólk vill svo mikið mismunandi hluti, ég bara veit ekki hvað svo oft ég hef heyrt bara af því að núna er maður bara einna hvern maður maður heyrir þetta aðalega frá konum sko. Hvaða datingmenningin er hræðilega á Íslandi það er bara einhvern veginn virðist vera það karlmenn vilja bara eitthvað fling og það er ekki nógu samskipti og eitthvað og það eina sem geti leyst allavega vanda það er bara samskipti ef þú ert að hitta gaur, þú þarft bara að vera pínu honest sko, hvað er langar og hvert þú vilt þetta fari heiðarleiki, samskipti það er alltaf þannig skiptir rosalega miklu máli bara allir aðilar í öllum samböndum þurfa að vera þurfa bara að vera á sömu blaðsíðunni, þurfa að tala saman allan daginn alveg saman hversu stór samböndin eru hversu margir eru í því, þá bara fólk þarf að tala saman já, ég er alveg sammála ég finnst þetta að vera ég er alltaf að skipta stellingu, sorry ég bara get ekki sittið kyrr svona lengi já, setja brjóstin í mikrofónun og svona já, þetta er gaman þannig að já, þetta er alveg eitthvað sem þarf virkilega að taka eftir sko, mér persónulega fannst datingmenningin á Íslandi aldrei eitthvað slæm nei ég hef aldrei eitthvað svona upplegað bara eitthvað, þetta er alveg hræðilegt og bara, ég hef aldrei eitthvað neginn farið á þann stað, sko, þetta er meira bara svona, maður finnur ekki það sem maður er að leitað ég held að það sé líka pínumáli, og ég einmitt ráðlaði vinkunum minn einu sinni, ef þið langar í einhvern svona alvarlegan gæja, eða ef þú ert að leita einhver svona sér típu, farða á staðina það sem þær típur eru, þú ert ekki að fara að finna einhvern svona gæja sem vill taka fjármálin og lífið bara rosalega alvarlega, bara eitthvað niður í bæ, þú ert miklu líklegar og hittir hann náunga bara, í náminu eða, á vinnustaf eða eitthvað svoleiðis. Fjármálanámskeiði sérstaklega. Já, bara, já, ég hef aldrei einhvern veginn verið að leita að einhverju specifíkli. Já, svo er það. Svo er það, þegar maður er að leita að einhverju specifíkli, bara, mér langar svo að deyta eitthvað mótorhjólagæja og maður langar bara að byrja í sambandi með honum og eitthvað spött með honum og maður er bara svona, já, ok, þetta eru væntingar. Mótorhjólahittingar, maybe? Já, bara farðu og taktu mótorhjólaprófið, skilurðu. Kannski finnst þið kennarinn heitur, maður veit það ekki. En ég man ekki hvað ég ætla að fara með hana punkt. Hvert ég ætla að fara með hana punkt. En já, ég hef aldrei aktífli verið að leita að einhverju. Ég hef svolítið bara fundið það. Einhvern veginn óvart já og jú, kannski hef ég verið með eina stefnu á einhverjum tímapunkti og svo hefur bara stefna breyst eins og ég var á tímapunkti þar sem mér langaði bara að vera single, mér langaði bara að vera einhleip og langaði bara svolítið að leika mér en svo bara tók lífið aðra stefnu, skiluru ég kynntist bara náunga sem var ókslega næs og þannig byrjaði ég í sambandi, skiluru Já, minn poppaði bara out of nowhere, sko. Þetta var pínu bara svona, what the heck, og svo bara, við erum saman. Já, hvernig kynntist þið bæðu vei? Tinder, á þess að fara ítarlega í þá sögu, sko, en það er bara, já, long story short, það var bara Tinder, sko. Já.
og er endar meðalveg pínu skemmtilega sögu, sko, ég var á djamminu með vinkunum minni og hún spyr hvernig gengur og ég eitthvað svona, ég er ekkert að fá eitthvað það mörg möts og eitthvað, en ég var líka eiginlega bara ekkert að svæpa til hægri, sko, ég var bara að svæpa til vinstri, sko. Já. Og það kom með eitthvað svona nokkur möts búin að vera á appinu, sko, held ég bara í viku eða eitthvað og af því að þessi vinkona, sko, á þeim tíma var bæði hrifin að stelpum og strákum, það var bara væri svona en að skoða og réttinni síma minn og hún sendir pick-up-línu á kærasta minn. Í alvöru? Og svo bara heldur kvöldi áfram og ég var bara síðan komin heim og upp í rúm og svo bara daginn eftir blingaði síminn og þá bara var hann að svara pick-up-línu sem hún hafði sendt. Þannig í raun að veru... Hann ætti að vera að deyta vinkunum mína, sko. Já. Nei, man eftir ég var ógeðslega stressu, sko. Hann er búin að heyra þessa sögu, sko. Mamma vita þessari sögu, sko. Það er bara... Ekki vissi ég þessari sögu. Nei, en það er ekkert eitthvað að auglýsa þessa sögu mikið, sko. En þetta var rosalega fyndið og ég var ógeðslega stressu að tala við hann, sko. Ég var bara, við erum að halda þessu interesting og þú veist, þetta verður að vera spennandi og eitthvað. Og svo bara fórum við á stefnumót og við vorum bara byrjuð saman daginn eftir, sko. Vá. Já. Það var skemmtilegt. Þetta var bara meant to be, myndi ég segja, sko. Mjög fínt. Fá vinkonu, þetta var svo, hún var pínu svona wingwoman þetta kvöld. Alltaf gott að eiga góða wingwoman, wingman eða wing... Ég held að þetta sé crucial element sem vantar bara kannski í dating menninguna á Íslandi. Það er að hafa, þú veist, maður þarf að vera dálítið planaður. Já. Það er svona, það gæti verið eitthvað sem myndi virka. Ef fólk væri meira svona að nýta sér wingwoman, wingman scenario sem maður sér í bíómyndum. Já, sko, ég skal alveg viðurkenna það ég er hræðilega að flörta. Ég er hræðilega í því. What? Ég veit það. Þú veist, ok, þetta er að fá hljóma líka ógeðslega sjálfsagt. Fólk myndi búast við því að ég væri góð í að flörta. Af því að ég er með sannfærandi manneskja. Já. Þú veist, ég á ekkert, þú veist, samskipti bara ekkert mál. En að flörta við fólk, reyna við fólk. Nei, ég get ekki pikkað upp manneskjunir í bæ, sko. Ekki? Nei, aldrei gert það. Munur aldrei náði því. Shit, hvað ég væri samt til að sjá þér reyna. Takk. Við bara förum á barinn og bara, heyrðu, reynda að pikka þennan upp. Ég vil bara sjá hvernig það. Já. Það getur verið svona sketch fyrir skvísulæti ef við ætlum að reyna að pikka upp hérna. Sketch? Já, það ekki, bara YouTube channel, let's go. Nei, en þú veist, ég hef reyndar aldrei farið eitthvað niður í bæ með þeim ásetningi að enda heima hjá okkur skiluru. Eru einhverja gellur sem gera það? Já. Ég þekki engar, sko. Ok. Þarna kemur munurinn á okkur. Ég þekki enga sem fyrir eitthvað niður í bæ bara til að finna einhvern til að taka með heim. Já, ég hef verið þú veist, mér er ekkert mál að vera wingwoman eða wingman fyrir vinkunum mínar. Já. En svo það kemur að því að reyna við eitthvað að flörta við eitthvað fyrir mig. Já. Þá er ég bara ég er þar, sko. En, já, ég fann alveg fyrir því að því að sem sagt, já, það sem við erum kannski að fara út í seinna í þættinum, en ég sérst er í opnu hjónabandi sem er búin að vera svona, já, ég get líka alveg sagt að þú veist, það er búin að vera svolítið on-off bara yfir höfuð aðalúta mér, af því ég veit aldrei hvað mér langar að vera eða hvað ég vil vera að gera. Hvað viltu vera að gera? En það kom einhvern veginn upp hjá okkur að mig langaði að fara niður í bæ og mig langaði að reyna þetta þannig að við fórum saman niður í bæ. Já. Svo þorði ég ekki. Það var bara, staður var pakkaður og mig langaði sérst helst að pikka upp eitthvað stelpu. Nei. Það var einhvern veginn líka hræðilegri tilhugsun heldur en að reyna við eitthvað reyna við eitthvað gaur, sko. Þannig að ég hætti bara við og sneri við og fór heim. Alright. Ég reyndi í svona korter svona mana mig upp í þetta. Mér fannst ein stelpanna ógeðslega sæt og hún var að dansa við mig en ég þorði bara ekki að taka það lengra, sko. Ég verð svo vandræðileg. Ok. Já. Þetta er alveg merkilega áhugavert. En já. En það gekk ekki. Nei. Hvernig gengur það að vera í opnu sambandi og getur ekki flirta við aðra einstaklinga? Já, sko, það gengur. Nei, sko, ég nota dating appin svolítið. Já. Og þá er það svolítið bara svona gefið að maður sé að fíla manneskinu og manneskja sé að fíla þau tilbaka. Svo er það bara að reyna að halda upp í samræðu, sko. Já. Já. Ok. Þú veist, ég hef ekki farið á mörg svona date, sko. Nei. En ég fór, þú veist, ég farið alveg á date sem að ganga vel en svo bara einhvern veginn er ég svo vandræðileg, ég kann ekki halda því áfram. Já. 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 Þetta er, já,
ég ekki opnu sambandi. Nei. Það bara monogamus. Svo ég segi monogamus. Ég segi ensk orð svo vitlaus að ég bara farin að bara óna það dálítið að ég bara... Veistu hvernig maður segir þetta orð? Ekki neitt, sko. Monogamous. Ef ég að segja það rétt. Ok, já, ef þú ert að segja það. Ekki herm eftir mér, takk. En jú, þú veist, þetta náttúrulega líka bara partur af, held ég bara svona nútíma datingmenningu á Íslandi. Það að fólk að opna samböndi sín. Og þú veist, þetta mér finnst ég heyra miklu meira af þessu í dag, heldur en ég gerði bara eins og fyrir 2 árum, sko. Ég held að það sé samt bara fólk að opna sig meira það á samfélagsmiðlum og svoleiðis og þess vegna sérst að heyra meira það. Það búið að aukast svona umræðan þetta. Algjörlega. Og held að líka bara fólk svona minna feimið við þetta. Mér finnst ég núna miklu meira að lenda á spjalli við fólk og það segir bara, já, við erum í opnu sambandi og maður bara, já, ok, flott. Þú veist, ég held að það hefur alveg einhver tíman á tímapunkti, þú veist, þegar hommarnir voru opnir með það að þeir væru hommar, skilur þú bara, já, ég er hommi. Svo þá var allir bara, wow, það er bara hommar út allt einhvern veginn. Núna finnst mér bara lítið kringum mig og það er bara opin samband út allt einhvern veginn. Já. Þetta ég held að það sé svona... svolítið svoleiðis. Já. Þetta er eins og mér finnst rosalega margir halda að það sé bara gett mikið transfólki að koma upp núna. Já. En maður er bara svona, nei. Þau voru hérna allan tíman. Þau eru bara búin að vera svolítið föst. Já, þetta er einmitt aldrei þannig, sko. Mér finnst svona, konseptið með opið samband alltaf vera, þú veist, þetta er alveg áhugavert og svona spennandi af því að ekkert opið samband er eins. Nei. Fólkin alltaf setur bara, þú veist. En það er eins með lókusambund. Það er engin lókusambund alveg eins. Nefnilega. Það er lókuð. Monogamus sambund. Nei, það er líka rétt að það eru engin sambund einhvern veginn eins og þetta er eiginlega rauninni bara, þú veist, önnur típa af sambandi að hafa það bara opið. Svo náttúrulega alveg til pólísambund og eitthvað svoleiðis. Það getur bara verið sér þáttur að tala típur af sambundum, sko. Það er til svo mikið. Algjörlega, og þú veist, við erum svolítið að stikla stóru hérna og erum bara að tala svolítið vítt og dreift og sjá hvert umræðan leiðir okkur og svo bara langar okkur kannski að gera þætti sem eru sérhæfðari í öðrum. Já, hlustundur mega bara senda okkur skilaboð eða kommenta eða þeir vilja fá ítarlegri fjöllin þetta. Já, við munum líka setja inn spurningaboks. Já. Og spyrja bara hvað þið vilja heyra meira á Instagram. Þá náum við aðeins að netmiða svona hvert skvísulæti fer og við förum, ég held að þetta verður pínu svona ferðalag. Já. Í heildina, sko, eins og þetta við getum farið yfir svo margt á svo líka fljótum tíma. Þannig að vorum við með fleiri punktar sem við ætlum að grípa inn í. Mig langaði svolítið að fara inn í umræðu sem er svolítið tabú. Ok, við elskum tabú. Það er mikill aldursmunur í samböndum. Ok. Hvað er mikill aldursmunur milli þín og eiginmanns þíns? Það eru 12 ár. Það eru 12 ár? Já. Vá, hvað ég verið til að fá hann í viðtal, sko. Ég geti bombardað á hann spurningum, sko. Já, hann kemur kannski eitt þá, maður veit það ekki. Já, ég náttúrulega spurði hann í matarbóði hvort hann hefði eitthvað tíma að fengi svona pedo-vibes þegar hann var að deyta þig. Já, þú gerði það þegar þú var svolítið tipsy. Það var ógeðslega gaman, sko. Hann hló nú samt. Ég held að hann hafi ekki tekið eitthvað nærið sér, vona ég. Ég veit það ekki. Ég held samt að allir á einhverju tímapunkti, þú veist, ef þú ert að deyta einhvern sem er mikið yngri en þú, eins og ég segi, 12 ári er alveg. Það er slatti. Það er alveg slatti, sko, þú veist. Þetta er einn grunnskóli og fyrstu 2 árin í mentó. Þessi munur, sko. Þannig að það er alveg eitthvað. Þannig ég held að, þú veist, það ljóta allir á einhverjum tímapunkt að fá pínu svona, en samt er þetta líka bara aldur, þetta er bara að tala. Af vissu leyti, en svo hef ég til dæmis mjög sterkar skoðanir á aldursmun í samböndum. Okay, sem er ógeðslega fyndi verandi í sambandi með miklum aldursmun. Já. En ég til dæmis... Ég vil ekki vera að fara á djúpt í þetta fólk aftur að koma eftir mér, sko. Nei, þú veist, eins og einstaklingar sem eru yfir 18 ára að deyta einstaklinga sem eru undir 18 ára. No. Þú átt ekki að gera. Það bara, sko... Þetta er ólöglegt. Ég hef kannski ekki jafn sterkar skoðanir eins og Katrín, en þú veist, fyrir mér er það svolítið þannig ef þú ert
ef að þú byrjar sambandið þegar þú ert yfir 18 og mannskjan undir 18, þú veist, mikið undir 18 eða mikið yfir 18, þú veist, þetta svo þunn lína sem maður að dansa á, af því þú veist, jú, ég hef alveg verið 17 ára með einhverjum 18 ára og ég var líka 16 ára með einhverjum 20, skilurðu. Já. En já, þetta svolítið þunn lína til að dansa og ég veit ekki hvar við erum að draga mörkin þarna, sko. Já, það er náttúrulega bara fínt að nefna það, þú veist, þessi lögríða aldur 15 ára. Það svona almennt að vera lögríða, þú veist, þetta er gamalt term og ég er búin að heyra þetta heil lengi og það hefur alveg verið umræða það, þú veist, að lögríða sé í rauninni bara 16 ára og eitthvað og svo bætist við umræðan, þú veist, hvenar þú í rauninni komin á þann aldur sem þú mátt að fyrir sjálfræðisaldurinn 18 ára þú veist, og hann var einu sinni 16 ára þannig að þá þetta einmitt, eins og þú segir, maður alveg dansandi þarna á línunni, þú veist, hvenar komið með hann, þú veist, löglega þroska þú mátt segja já og eða nei, þú veist, að þetta sé pínu bara svona þín ábyrgð í rauninni, hvernig þú vilt vera með og hvenar það bara hreint og beint ólöglegt en ég held samt að allir 18 ára eldri einstaklingar eiga að hafa vitið að vera ekki að blanda sér inn í samband með einhverju sem yngri en 18 ára bara til að halda þetta á löglegri línu, skiluru þá hægt að einfalda það þannig en svo eins og þú segir, ef einmitt einstaklingar eru búin að þekkjast alveg í einhver tíma og svo einmitt einstaklingur 18 ára en hinn 17 það raunin bara 1 ára á milli og þú veist, þá bara á þá að bíða með að byrja saman eða þú veist, byrjuðu þið saman þegar þið voru 15 og 16 ára og svo eru þið ennþá saman. Já, svo þú veist, finnst fólkið ekkert skrítið, þú veist, þegar ég var 16 ára í sambandi með einhverjum svo 20, til dæmis. Mér myndi finnast mjög skrítið sem 22 ára einstaklingur að vera með einhver sem verið 17 ára. Já. Mér myndi finnast það mjög skrítið. Allan daginn. En engum fannst það skrítið að því ég kona, hann kall. Já, það náttúrulega hinn. Það svo annar vinkil, sko. Ég var 16 ára stelp og hans, þú veist, 20 strákur, en ég veit að það hefur verið öfugt. 16 ára strákur, 20 stelpa. Það ekki tekið að vel í það, sko. Má ég samt benda það að þú sagði 20 strákur, meinar ekki bara 20 karlmaður? Já, en ég veit að ekki, fyrir mér var hann bara strákur, sko. Var strákur, andluðu þroski, já. Sorry. Ok, allt í góð með það. Það þú ert að hlusta. Þetta náttúrulega svo rosalega, þú veist, af því svo hefur maður alveg séð greina þannig eins og bara með Hollywood, þú veist, hvað mikill aldursmunur á milli DiCaprio og stelpnanna hans til dæmis. Já, þú veist, og hann dömpar þeim leið og það orðin 25 ára, skilur hann með típu. Það alveg þengvist, hann að dömpa þeim bara áður að vera 25. Já, hvað ætli það sé? Mér finnst það svo sérstakt, en svo heyrir maður líka, þú veist, það alveg Hollywood hjón með bara, þú veist, 20 ára aldursmun. Já, jafnvel meira og það fer í báðar áttir bæði, þú veist, ungir menn með bara mikið eldri konum og líka mikið eldri menn með mikið yngri konum þannig að þess vegna lendir maður alltaf í þessu bara er þetta ekki bara age is just a number, einhvern veginn, þetta svona ég held að sé bara rosalega persónulegt fyrir flesta, sko. Já. Ég held að sé bara rosalega fara eftir einstaklingum en þú veist, eins og ég persónulega held ég aldrei verið í sambandi með einhverjum sem yngri en ég held ég var alltaf verið í sambandi með eitthvað sem eldri. Nú þú segir það, já. Og bara frá því ég byrjaði fyrst í sambandi. Þú fílar þessa eldri. Jesus. Takk fyrir þetta, Katrín. Sorry. Já. En svo til dæmis, já, eins og ég var að reyna að segja með, þetta fer svolítið eftir einstaklingum, þetta svo persónubundið, að því að jú, ég var 18 ára þegar ég kynnist mínum manni. Já. Hann þá 30. Já. Flestir myndu fríka út yfir tilhugsunni við það að dóttir manns væri með einhverju sem væri 30 og dóttir manns bara rétt skriðin yfir 18. Já. En pabbi minn kipti sér ekki eins og upp við það. Hann bara svona, make a sense. Ok. Þú veist, það svona, þú veist, segi ég, þú veist, þetta rosalega einstaklingsbundið. En svo til dæmis hafa aðri líka mun sterkari skoðunar á þessu eins og ég verið að hlusta á podcast sem ég ætla kannski ekki að nefna hér en þá hafa hlaðvarps hvað heitir þetta? Hlaðvarpskynnar? Já, hlaðvarpsstjórnendur. Já, hlaðvarpsstjórnendur. Þeir hafa mjög sterkar skoðunar á aldursmun. Það bara, þú veist, 18 ára stelpa með 25 ára kallmanni og það bara nánast æla í mækana, sko. Ok. Þannig að stundum hef ég líka verið svona
Nice. Við að hlusta, ég eiginlega hætti að hlusta þetta podcast bara út af þessu. Já, það Mér var fannst- þetta heiti í rauninni komið Já, svona. þú veist, allavega eftir að ég fór í samband með aldursmun, þá náttúrulega verður maður að setja meiri skilning í þetta. Já. Og þetta er náttúrulega líka eins og í þínu tilviki, þú veist, það eru 12 ár, ok, þú veist, það eru 3 ár milli mín og míns. Þú veist, þannig að svo er þetta líka bara, þú veist, þú veist, hver er kannski svona aldursmunur það sem að þarf líka bara dálítið að setjast niður og hugsa, þú veist, ok, er sambandið að fara að virka með þessum aldursmuni? Þetta er líka alltaf spurningum, þú veist, andlegan þroska, hvar eru þið í lífinu, eins og bara, þú veist, manneskja sem kannski var ekki tilbúin að kommitta sig fyrir einn 30, skiluru, og kynnist síðan einhverju sem er 20 og bara tilbúin einhvern veginn. Þú veist, það eru einstaklingar sem eiga bara sem saman, sko, en svo hefur þetta líka alltaf verið, þú veist, eins og ég veit bara frá sögum frá öðrum vinkonum, þú veist, það er að vera að deyta gauðra sem eru bara valla tilbúinir í samband af því að þeir vilja lifa lífinu og þú veist, ég er ennþá ungur og eitthvað, þú veist, þetta er ekki priority hjá þeim og meðan þær kannski voru meira til í bara samband og þú veist, reyna að byggja líf saman einhvern veginn. Kaupi íbúð, barnignir, eitthvað svona. Já, þú veist, og svo er þetta líka alveg vel vita að konur eru á þessu biological clock, skilur við getum ekki frestað. Nei, það er svo önnur umræða, það er samfélagslega pressa. Það er þetta. Ég ætla ekki að fara nánar út í það núna. Nei. En já, þannig að þú veist, þetta er rosa persónubundi og fer eftir einstaklingum og eins og þú segir, hvar maður er stattur í lífinu. Allan Þú veist, ef að þú, eins og ég 18 ára, ég var tilbúin að fara bara í samband og settle down. Já. Ég var ekkit eitthvað, ég þarf að lifa lífinu eins og margir segja, skilur, ég get ekki verið að festa mig niður. Þú veist, ég eignast fyrsta barnið með 20, skiluru. Það er alltaf að tala eins og þetta sé bara eitthvað svona kvöl og bara bölfun einhvern veginn að kommitta sig og snemma. Þú veist, ef eitthvað þá finnst það bara að vera gjöf eða hún er að finna einstaklingin á góðum tíma. Algjörlega. Það verður bara ekkert nema gjöf, sko. Þannig að algjörlega, þetta er samskipti. Það er dálítið bara slagorðið í þessum þætti. Samskipti, talið saman, með dating, talið saman, byrja saman, talið saman. Já. Aldursmunur, talið saman. Svo langaði mér svolítið að segja svona vandræðilegar sögur. Já. Ég er allavega með eina sem ég langar að deila, nafnlaust að sjálfsögðu. Er það ekki sjátt á þetta á einstaklinga í sögunni? Heyrðu, hann hérna Gunnar. Nei, það er engin Gunnar í alvörunni, bara svona FYI, svona ef Gunnar er að hlusta. Nei, hérna. Ég er samt mjög forvitin, kotið með þess að ég elska svona vandræðilega sögur. Veit ekki hvort ég er búin að segja þér hana, en ef ég er búin að segja þér hana, þá þarftu svona Á ég að feika viðbrögð. Nei. En ég held ég hef ekki sagt þér hana. Ok. Sem sagt, ég veit ekki eins og hvað ég á að byrja, hún er eiginlega tvískipt. Ok. Jú, hérna, ok, ég ætla að segja 2 sögur í raun og veru. Sérst, fyrir sagan er svo að ég er að hitta eitthvað strák og það bara gekk vel og við endum heima hjá honum. Nema hann var sérst að deila íbúð með litla bróður sínum og hann sérst sefur í stofunni, sérst eldri bróðin sem ég var þarna í rúminu hjá. Já, og þegar við erum búin að gera það sem við vorum að gera þá hérna spyr hann mig eitthvað, herðu, bróður minni fyrir utan, má hann ekki lappin í herbyggi sitt að þetta var svona einn svefnherbyggi íbúð og ég bara, jú, set bara sangin yfir mig og hann lappar inn og ég var alveg búin að spjalla við þann ánga líka, sko. Nei. Hann lappa bara fram hjá okkur og segi, nei, blessuð, Kamila. Oh my God. Fer inn í God. herbyggi. Ég gæti ekki. Já, þetta var mjög óþægilegt, vægast sagt. Ég Já. var bara svona, nei, get ekki. Og sko, ég var ekki á mínum einn bíl, ég þurfti að láta gæjan skuttla mér heim. Það var skemmtilegt, sko. Góður rúndur. Já. Svo er önnur saga þegar ég er bara á smitten og matsa við eitthvað sætan strák og vinkon mín beilaði sérst á mig til að fara í sund og hann spyr mig hver er plönuðin í kvöld og bara, ég er að pæla að fara í sund, vinkon mín beilaði samt á mig en ég veit ekki hvort ég geri það. Hann eitthvað, já, og og ég ekki bara koma með þér og ég bara, veist, ég hugsa svona, þetta er almenningsstæður, ég get alveg hitt hann í fyrst skipti svona strax, það er alltaf lagi, það er fullt af fólki í kring. Jú. Þannig að ég fyrir sund og hann er korteri of seinn. Ég er að bíða þetta og ég held að hann væri bara ekki að fara að koma. Já, þú meinar. Við ákvæmum að hittast ofan í lauginni. Ok. Og það er klukka bara þarna í Laugardalslaugin hann í steinapottinum. Síðan klukkan var hann korteri yfir, ég bara, jæja, á ég ekki bara fara að koma mér upp úr.
og ég ekki með gleraugu mín notabenni og hann, þú veist, það kemur eitthvað náungi að mér og eitthvað, hæ, hérna Kamilla, ég eitthvað já hæ Já. og hérna já, svo erum við eitthvað að spjalla saman og það gengur alveg vel og svo segir hann við mig Kamilla, manst ekki hver ég er? Nei. Þetta er sem sagt gæinn sem átti bróðirinn. Hætti. Við vorum bara að spjalla í svona korter þegar hann segir þetta. Oh my god. Já. Jesus. Sorry ef þú ert að hlusta, ég meina ekkert illa með þessu, ég lofa. Ég gæti ekki svona, ég bara svona... En hann hélt samt áfram að vera í sundi með mér og Jæja. við vorum alveg þarna í klukkutíma eða eitthvað. Flott. Fórum svo fengum okkur ís eftir á. Við hlóum bara þessu. Já, ég ætla að vona það. Manstu ekki hverju? Þetta var... Vá. Það hefur verið áhugaverð upplifun. Ég hef aldrei lent í þessu aður. Ég lofa Já. og ég nefnilega drekk ekki, sko. Þannig að ég, þú veist, ég ætti ekki að lenda í þessu, fattaru. En, og ég er mjög mannglögg líka. Já. Þú veist, já, ég ekki bara enda þáttinn þarna. Það liggur við, sko. Ég hef ekki neina svona sögur, sko. Nei. Það er bara... Já, allar mína datingsögur er rosalega leðilegar. Ekkert að frétta, sko. Þannig að, jú. Þetta er pínu svona dating. Mér fannst þess að hefði þurft að fara aðeins meira út í dating á Íslandi og versus Ameríka. Við ætluðum að taka það. Það eiginlega fór frá okkur. Já, við getum alveg skotist inn að núna. En, Já. sko, það sem ég helsti munurinn þar á milli er bara rómantíkin. Já. Mér finnst rómantíkin dauð á Íslandi. Hún er það. Já. Þú veist, ég fór einhvern tímann á date með einhverjum túrista sem kom til landsins í viku. Fór mér þetta á 2 date með hann var hérna og hann var ógeðslega rómantískur, sko. Já. Hann má eiga það. Þú veist, hann bauð mér út að borða og bauð mér í sund af því að honum langaði að fara í íslenska sundlaug og svo dansaði hann við mig. Þú veist, ég er ekki að tala um bara svona eitthvað svona hann dansaði við mig. Dansaði bara við Já. mig. Vá. Hann var bara með dance moves. Ég held að sé líka bara þannig að, þú veist, stelpur við ölum spínu upp við líka bara bíómyndirnar. Já. Og þú veist, og þessa romantík og þú veist, móður mín var alltaf rosalega dugleg að segja bara svona og kall maður að trýta þig, þú veist. Þannig að þú mátt alveg gera kröfu, þú veist, að fá blóm og þú veist, fá dinnerinn og þú veist, að vera pínu svona swooned einhvern veginn. Já. Og ég held að gaurar sé ekki að fá það uppeldi per se, skiluru. Þannig kemur þessi, þú veist, þannig kemur þessi skekkja, sko. Þannig að þetta er líka held í pínu bara svona uppeldis og menningar faktor líka, þú veist, Já, það að algjörlega. rómantíkin sé ekki alveg til staðar. Ég ætla samtalið að sjáta þetta á minn, sko, hann er mjög rómantískur við mig. Já, ég skal alveg gefa mínum það Þeir líka. fá alveg sjáta þetta, en það erum við saman út af því, sko, það er partur ástæðan okkur við erum saman í dag, sko, þú veist, hann bauð mér mitt á date og þú veist, tók mig á nokkur date, bara á mjög stuttum tíma og, þú veist, og við förum alveg ennþá á date í dag, sko. Já, þú veist, minn var það næs að það lá við að ég hélt að vera að lofbáma mig, sko, eins og vorum að tala um á hann. Já. Hann bara, það voru grand gestures everywhere. Váka, það er samt alveg óþægilegt bara eitthvað að lofbáma mig, ég veit það, sko. Nei, sko, allar vinkonur mína voru að segja við mig bara passaði þig. Já, hann Ég geti verið eitthvað- að lofbáma bara. Já, en Jesus. við erum gift og 2 barn í dag og ég er Já. ekki, mér líður vel, sko, og ég fæ alveg grand gestures every now and then. Það er bara rosa næs. Þannig já, Sjáta þetta á ykkur, strákar. shoutout á ykkur, sko. Ég ætla ekkert að tala mikið minn hérna í þessu podcasti en hann fær bara sitt shoutout, hann má bara eiga það. Já, elsku kall. Elsku kallinn. Ég sé samt alveg fyrir mig símtali bara að Katrín, ég var að hlusta á podcastið þitt, af hverju ertu að tala um mig? Sorry. En takk hérlega fyrir að hlusta. Já, Ógeðslega gaman að þið hlustuðu alla leiðin í gegn og við mig góður, shoutout á ykkur sem hlustuð sjátt allan á tíma. ykkur hlustendur. Takk fyrir. Við bara minnum á samfélagsmiðlan okkar, skvísulæti og Með setu. með setu og já, Bæði TikTok og Instagram og við reynum að vera eins virkar og við getum þar. Bæði með Reynum spurningabóks og reynum að gera skemmtileg TikTok og tökum við alls konar ábendingum og svona, sérstaklega bara, já. sérstaklega með íslenskun okkar. Já, guð. Ég er líka ótrúlega stressuð að það mun bara koma upp að ég sé að nota eitthvað orð of mikið.
ég er svona mjög forvitin að vita hvort það sé eitthvað svona freys eða eitthvað svona sem ég segi bara reglulega og ég er ekki að fatta að ég sé að segja það alltaf. Þannig að það væri líka fínt að fá þannig punkt. Já, bara ókslega gaman ef að við fáum líka að heyra frá ykkur, bara það sem þið viljið heyra og bara enn og aftur, takk fyrir að hlusta. Já, bye bye. Bye bye.